Velkomin Kjartan og til hamingju með glæsilegan árangur í prófkjörnuðinu. Þriðja sætið. Það eitt orð sem kemur alltaf upp í huga þegar hugsa Kjartan. Það dugnaður. Þakka fyrir það. Ég vona að sé verðskuldað. Já, ég held að tilverðin hafi sýnt það. Þetta eitthvað sem hefur einkenndi alltaf frá upphafi? Dugnaður? Já, verður ekki aðrir að dæma. Hvað finnst þér svona? Varstu alin upp í einhverju ákveðni svona hugmyndafræðin dugnað? Það held ég ekki sérstaklega, en kannski bara það að maður er að klára sín verk og ég veit ekki, ég ber út blöð þegar ég var 9 ára. Mér skilst það sé búið að banna það núna og svo var ég farin að vinna eitthvað annað sem 11 ára og sem sendill. Ég held að sé búið að banna þetta með lögum með reglugerðin núna. En finnst þér þú hafa lært að þessu sjálfur, svona haft uppbyldslegt gildi fyrir þig? Já, bara eins og svona létt vinna fyrir börn, ég held að þetta sé bara góður skóli. Já. Hvað hefur mótað þérna mest í lífinu? Ætli að sé ekki þetta klassika svar, bara umhverfið, foreldrar mínir og þau voru hver? Og vinir og foreldrar mínir, það er Magnús Þórðarsson, framkvæmdastjóri, var að vinna fyrir NATO, Atlantshafsbandalagið á Íslandi. Já. Og móðir mín, Áslaugur Ragnars, hún var blaðamaður og rithöfundur. Já. Og þau unnu bæði á Morgunblaðinu þegar voru ung og kynntust nú ekki þar, en svo er bróðir minn, hann er blaðamaður, þannig að ætlaði mig ekki segja að ég sé svona kominn af blaðamanns fjölskyldu. Og þar kemur kannski þessi samfélagsáhugi inn? Já, örugglega, síðan fyrir ég að bera út mokkan 9 ára og svo er ég að vinna sem sendill á mokkanum og það er náttúrulega það auðvitað, mér fannst það eiginlega að vera svona miðpunktur Íslands þegar það var niður í Aðalstræti og þá nú ýmsum sem fannst það var ýmsum sem kom undan landi og komið ákvað og sögðu það við mann og svo vann maður þar sem blaðamaður seinna. Þarna mótast ákveðnar lífskoðanir en svona þína svona persónlegu þættir, hvað hefur mótaði mest? Já, það er ætla sé ekki þetta, ég meina maður áhugi á pólitík, ég hef haft áhuga á pólitík frá ung aldri, ég man að mér fannst að móta mig, ég fór töluvert til útlanda þegar ég var strákur, mér fannst að móta mig. Líka ég var í sveit, ég var í sveit í Þingeyjarsýslu. Já, hvar? Mér fannst á Tjörnesi, Mánárbakka á Tjörnesi. Þó að það væri bara 2 sumur, þá fannst mér það móta mig mjög mikið og bara þetta að fá að umgangast dýr í miklum mæli fannst mér gera mér mjög gott, ná einhvern veginn svona tengslum við dýr og þannig að ég er alltaf svona pínu veikur eftir þetta, fyrir kúm. Það finnst alltaf vænt þar. Og sakna þeirra eiginlega, sko. En það heilug dýr? Já, Indlandi, sko, ég eftir að fara til Indlands, þá ég skil það bara mjög vel. Já, þegar komast á sömu niðurstöðu þú. Já. En mér sagt það sé mjög gáðar. Já, ég er alveg sammála því. Það er miklir karakterar og ef maður pældi svolítið í þeim, það er vissu sínu viti. Er þú faðir? Já, ég er 3 barna faðir á 3 börn á aldrinum 12 til 22. Já, og það er náttúrulega verið heilmikið lífsreynsla að verða faðir? Já, það er eins og allir segja, það er þetta stærsta hlutverkið í lífinu. Já, búa þau hjá þér? Það eru flytta heimann eitthvað? Já, það er nú svona, það er svona bæði og sko. Já. Ertu með önnur áhugamál heldur en þessi stjórnmál? Já, maður er alveg endalaus áhugamál bara. Ég voru var við að þú stundum verið að hlaupa? Já, ég hef gert það töluvert, það var streiðið úr því núna svona síðasta kannski árið, hef svolítið hjólað í staðinn. Já. Og hjóla, hlaupið og ég er mjög gaman því að ganga á fjöll. Það er þannig ferðir. Og áttu annað félagslíf heldur en stjórnmálin? Já, er það ekki bara að vera með börnunum mínum og hitta vin og kunningja. Ekki kannski, og svo er ég Oddfellow reglunni. Já.
og það líka, ég nú bara til dæmis nýbyrjaðar þar. Já, til hamingju með það. Takk fyrir það líka mjög gefandi. Það starf sem vinnur mikið og gott starf fyrir Íslendinga, heldur betur. Já, þetta eru mjög öflug góðgerðarsamtök. Já, akkurat, og mannræktarsamtök. Já, og eru að verki sko miklu víðar en maður vissi. Það er ekki beinlínis, það er ekkert leyndamál hvað þessi samtök gera, en það er ekkert verið að auglýsa það heldur. Nei. Þeir gefa á þess að menn viti, eins og sagt er. Já. Það er hugmyndafræðin. Já, alveg sko. Svona, sem kallað fjallræðu boðskapur. Já, og sem betur fyrir mikið á svona samtökum í okkar þjóðfélagi. Ég meina, ég get líka bara nefnt Hjálpræðisherinn, sem þegar maður fór að kynna sér starf þeirra, þá sá maður að þau samtökir að verki miklu víðar en maður vissi, því að þeir gera mjög lítið til að auglýsa hvað þeir eru að gera. En gera þeim mun meira. Akkurat. Segðu mér annað hérna, nefndir kvikmyndir, er einhver sérstök kvikmynd sem haft mikil áhrif á því? Það er nú... Það má verið fleirtölu. Það er nú margar sko, það kannski, kannski síðasta myndi sem ég horfði nú á, bara eða var að horfa á, það var Godfather. Já. Það mynd sem maður séð nokkuð oft og það eru nokkra svona... Hvað finnst þér þá mynd sem er svona áhrifaríkt? Það er náttúrulega bara sem sagt, uppbyggingin og frásögnin, og ég las nú eitthvað tímann eitthvað í það einnig bókinni sko, og bara mjög sjaldan sem það tekst að það sem er bæði bókinni mjög góð og myndin líka, og bara, bara uppbyggingin, og það er allt eitthvað meistarlegt við þessa mynd. Svo í stríðir aðeins, það er ekki heillandi persónur bara. Nei, það er sem sagt, þetta er bara eins og góð Íslendingasaga sko, bara margar persónur, og þær hafa sína kosti, líka sína breskleika og í mismiklu mæli, og svo fléttast þetta allt saman. Minnir svolítið á Íslendingasögu. Já, skemmtilegt samingi, setja það þannig. Já. Svona sína manneskjunni heilsinni, bæði skuggana og ljósið. Já. Hvað eru þínir helstu kostir? Já, stórtið spurt, þetta, ég veit kannski segja, ég vil bara sjá hlutina gerast, ég vil framkvæma, ég vil, kannski, þú sagðir orðið dugnaður, sko, en ég vil taka með verk og ég vil klára þau, eins og bara í borginni, það er margt sem það er að laga, og ég vil vera hluti af þeim hópi sem, þetta verður aldrei einsmanns verks, þetta er alltaf hópina, og ég vil vera hluti af þeim hópi sem raunni gerir það sem þarf að gera og hefur setið á hakanum í alltaf mörg ár. Þú nefndir Guðförn, styrkleika og veikleika. Ertu með veikleika? Já, örugglega. Ég hef örugglega mína veikleika. Ég get átt erfitt með að segja nei. Þá við yfirleitt að maður er beðinn að taka sér, eins og í þessari kosningabaráttu, þá eru mörg verkefni og svo maður færist alveg fullt í fang. Já. Þannig að maður stæðstu kosti verður maður stæðstu veikleikar? Já, þetta fer oft saman sko. Þetta fer mjög mikið saman. Já, eins og í þessum Íslendingasögum. Já. Ertu búin að lesa þær mikið? Já, ég hef lesið þær nokkrar. Þú lest mikið, hvaða bækur er það sem er að hafa mikil áhrif á því? Já, ég las Sturlungu núna í fyrra og mér finnst mjög gaman að lesa hana, ég átti hann alltaf eftir. Ég er oft með nokkrar bækur kannski í gangi einu. Bara í gær var ég að glugga sögu Reykjavíkurhafnar, sem er svona öðrum þræði saga borgarinnar. Ég á þá bók, ég hef ekki lesið hana svona í einu, ég les hana kannski svona kapla á kapla árinni. Nú, ég er að lesa líka núna í Gamla testamentinu. Ég átti það alltaf eftir og það er, eins og veist, það er mjög margt athyglisvert þar. Við kallum þetta í Guðfræðinni svona félagslega raunsæðisögu. Já, og maður skilur alveg sko af hverju það eru samtök sem dreifa Nýja testamentinu, þeim boðskap sem þar er en kannski leggur minni áherslu á Gamla testamenti því að maður getur fundið allt þar. Maður getur fundið náttúrulega hræðilega lýsingar þar og margar hræðilega lýsingar sem er kannski
ekki fyrirmyndar háttsemi en þú þekkir það, hræðileg dráp og stríð, en þetta sýnir bara hvað mannskepnan öðru þræði, hún getur verið mikil grindarskepna. Já, þú ert að lýsa í þetta stóra bókasafn að þar dregin svona heiðarleg mynd af kostum og göllum í sömu persónunni. Já, og þjóðflokkarnir, ég minna sem sagt Ísraels þjóðin, af hverju kemst hún af, hún þurfti að hafa fyrir að komast af og hræðilega lýsingar sumar sko, en þetta kannski sýnir svona bara þannig jarðveg sem bara mannkynið kemur úr, þarna kannski þetta einhverja elstu frásagnir sem hafa varðveist heilegar, það ekki? Það ekki náttúrulega betur en ég. Er pólitík köllun fyrir þig? Já, ætlaði mig ekki segja það á eitthvað nátt, hún sé köllun. Ég sem sagt ég byrjaði að starfa í Sjálfstæðisflokknum og í Heimdalli. Hvað varstu gamall? Ætli hafi ekki verið svona, ég held að gengi kannski svona 18-19 ára í flokkinn. Mun seinna en sumir vinir mínir. Margir vinir gengu alveg 15-16 ára í flokkinn. Og ég kem eitthvað seinna og svo var ég nú alltaf svona að fara, ég ætlaði nú ekki að leggja þetta fyrir mig sko, og ætlaði alltaf að fara að hætta þessu, en svo endanum var maður beðinn að fara á lista í borginni og ég sá þetta nú fyrir mér að ég frekar, ég hafði meira áhuga á landsmálunum, en svo komst ég náttúrulega bara að því að borgarmálin eru að mörguleyti ekki síður áhugaverð en landsmálin og að sömu leyti áhugaverðari. Það á borginni þá sér maður sko oft, maður getur séð hlutina gerast hraðar en hjá ríkinu. Þetta óþolamaður? Já, ég held að ég var að minnsta kosti mjög meðvitaður um það þegar við vorum í meirihluta, þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta hér í 10-12 árum sko, að þá var held ég sæmilega meðvitaður um það að kjörtímabili væri stutt og breytingar þyrftu helst að gerast strax, þannig að ég í mínum nefndum þá vildi ég gera breytingar og raka alveg á eftir breytingum, en síðan bara þegar að síðan á miðju því kjörtímabili þá eiginlega kemur hrunið, það fræga fjármálahrun eða bankahrun og þá rauninni það frystir ýmislegt, þá rauninni fara borgarmálin bara í varnarbaráttu að verja rauninni borgarkerfi sem ég held að við tekist mjög vel, en það gerði þá líka verkum að voru engar mikla breytingar gerðar á því kjörtímabili. Áttu fyrirmyndir í lífinu? Persónur? Nei, það held ég engin sérstök fyrirmynd sko, sem kemur upp í hugan. Þú hefur bara áhuga á fólki yfirleitt? Já, ég hef lesið mikið svona í sögu og bara nánast á hverjum degi sko, þá kemur bara þegar við erum að leysa einhver mál hérna í pólitíkinni, þá alveg á hverjum degi kemur upp finnst mér ég finna einhverja kannski sögulega tilvísun í eitthvað sem hefur gerst hérna áður hérna innanlands eða jafnvel erlendis. Það þú hugsar hlutin í samhengi? Já, við verðum að setja þetta allt í samhengið sko. Þetta hafði töluverð áhrif á mig að lesa bókina Hagfræði í hnótskurn eftir Henry Hazlitt. Okay. Economics in one lesson, þetta á ensku, og þar útskýrt alveg, fannst mér á eitursnjallan hátt að það verður að horfa á hlutina í samhengi, að ein tegunda hagfræði, að því þetta snýst allt hagfræði, að þegar að pólitíkus, hvort sem hjá borg eða ríki, lofar einhvern stórum hlut sem kostar marga milljarða, segjum bara 5 milljarða, eða tala ekki 100 milljarða, þá því miður hættir stjórnmálamönnum við að einblína á þá einstöku aðgerð. Ég ætla að gera þennan hlut fyrir 5 milljarða, hann kostar þetta, hann hefur þessi jákvæðu áhrif og þess ætla ég að lofa honum. En það sjaldnast fjallað BS sko, eða hvaða áhrif þessi útgjöld kunna hafa, þá ertu rauninni að taka 5 milljarða í viðbóta skattgreind og þú þarft að finna þessa peninga eitthvað staðar,
þú þarft að taka þetta úr vösum fólksins í borginni eða þú þarft að hagraða annar staðar til þess að eiga fyrir þessu og sem gerist sjaldnast. Þannig að þetta ég tel að meðan þessi bók, ég hvet sem flesta til að lesa hana, hún hefur komið út á íslensku í þýðingu Haralds Jóhannesen, ritstjóra Mokkans, og ég held að sem flestir stjórnmálamenn ættu að kynna sér boðskap þessara bókar. Þetta er ekkit pólitík í sjálfu sér, þetta er bara einföld hagfræði, ekkur þarf að fjármagna allt sem stjórnmálamenn gera. Og núna þegar að bæði ríki og borg eru rekin með halla, það er sem sagt verið að taka láni bæði til að reka ríki og borg, og við erum jafnframt orðin einhver skulda eða sem sagt við berum einna mestu skattbyrðina innan OECD, þá hljóta stjórnmálamenn finnst mér að þurfa að kynna sér betur hagfræði. Hvað gerir þú til að endurnýja lífskraftin? Þetta er erfiður vettvangur sem þú ert búin að velja þér. Þú ert reynslu sem blaðamaður, ég veit þú er unnir erlendis líka sem sérfræðingur. Já. Þú ert varaþingmaður. Já. Eins og þú. Já, rétt. Og gamall félag minn úr baráttunni í haust. Já. Talandi þá reynsla, rétt sem ég hef tekið eftir í þér sem ég finnst svo áhugavert að það er mikill húmor í þér, Kjartan. Er það? Já. Okay. Það er auðvelt að hlæja með þér og þú segir oft skemmtilega frá. Já. Og getur verið mjög hnýttin í tilsvörum. Þannig að það skynjar svona glaðan anda. Hvað gerir þú til að endurnýja lífsandan? Ég fyrst alveg verður maður að sofa. Já. Maður verður að, ég legg mikla áherslu sko að sofa vel og læta eftir mér stundum að sofa lengi. Ég held að maður sé bara heppinn ef maður getur sofið út helgan eins og unglingur. Það getur þú? Og það get ég ennþá. Og nú svo bara eins og þú segir, svo bara hnittilegt tilsvör, þá bara það er kannski bara eitthvað sem maður eitthvað sem er svona gaman að lesa og vísa síðan í sko. Stækka. En þú kannst að meta húmor? Já. En það skilur sig kannski, það er eitthvað, ég held að allir stjórnmálamenn þeir vilji miðla sínum húmor í pólitíkina. En það er hins vegar eitthvað sem fáum gefið að gera svo vel fari. Já, það er vissulega þeir stjórnmálamenn til en oft eru menn að fjalla alvarleg málefni og þá þetta fer ekki saman að vera með einhverja hótfindni sko. En það virðist vera ein aðferð í húmor sem virðist alltaf virka, maður gerir grín að sjálfum sér. Já, akkurat. Sá húmor virðist alltaf eiga við. Já, akkurat, og það, ég held að maður hafi gert það og það skiptir nú máli í pólitík bara til þess að maður hefur séð fólk komin í pólitík og bara líða bara mjög illa og það hættir bara við fyrsta tækifæri. Svo hefur maður séð mennir svo mig sem í þessu lengi og það held ég að það hlýtur á að vera vegna þeir maður hefur gaman að þessu og hluta því að því maður oft í átökum við pólitíska andstæðinga en ég legg mikla áherslu á þau átöki ekki vera persónuleg og það sem skiptir mjög miklu máli inn á lokuðum fundum þar sem menn eru að tala saman og takast á og leysa málefni að þið getið með þetta sem þú segir þið kunna gera grín og þá sérstaklega sjálfum sér það held að ég hef alveg gert og svo sem betur fyrir flestir sem ég hef unnið með í pólitík hafa bara orðið góðir vinir mínir sko. En svo er auðvitað getur síðan alveg verið einn og einn sem bara getur ekki gert grín að sjálfum sér og ég held að því ég bara vorkennið þeim sko. Já, það er ekki sérstaklega farsa í lífsins. Já, og þessi 5 brandarar sko, það er búið að gera svo mikið grín að þessum 5 brandurum en þessi 5 brandarar þeir eru ofta alveg bara algjörlega nauðsynlegir til að brjóta ísinn eða gagnvart ókunnugu fólki sem þarf að fara að vinna saman eða leysa eða erfitt andrúmsloft eftir einhvern erfiðan fund þá það er alveg ótrúlegt hvað hægt að koma góðu til leiðar aftur með kaffibolla og nokkrum 5 brandurum. Svo góð setningin húmor mýkir aðstæður. Já, mýkir aðstæður, já. Rétt í lokin örstuð, þú bara bjarsinn fyrir kostingarnar? Já, það kannanir eru ekki mjög ákvæðar eins og en ég hef svo sem oft séð það áður að þetta hefur svona komið fyrir áður að kosningabarátta mjög sein af stað og fólk svona eins og frestar því að skoða málun og taka afstöðu til hlutana en nú finnum maður að þetta er að fara af stað og þá er ég viss að ef Reykvíkingar þeir kynna sér okkur frambjóðendur og málefni okkar
þá þurfum við enga að kvíða eftir viku. Innilega bara góður óskir og til hamingju með þína miklu persónlegu seglu og þín góða sigur í prófkjörinu. Þakka þér fyrir það, Vigfús minn, ævinlega. Gangi þér vel. Takk.